Komið sæl og gaman að fá að vera með ykkur. Ég veit ekki hvort get skýrt þetta. Ég vona allavega að það sé ekki allir í bönkunum. Það sé alveg tilbúinir að koma líka hérna aðeins inn í þetta starf og þessu uppbyggingu og gaman að sjá að það er karlkyns sálfræðingur í MH. Það var kona þegar ég byrjaði MH 1986. Þannig að hafa verið sálfræðingar. En það er frábært að það verið að byggja upp þetta starf í menntaskólanum. En það er svolítið mikilvægt þetta sem að Bóas talaði það er þetta með að sko það er alveg leyfilegt að líða illa og andlega vanlíðan er ekkert endilega það sama eins og að vera með geðsjúkdóm og við eigum bara mismunandi tímabil og flestir eru að glíma við eitthvað, annarkvort hjá sjálfum sér eða einhverjum í aðstandendum eða einhverjum í kringum sig. Þannig að fólk þarf aðstoð, stuðning og samtöl. Ég ætla að tala þetta sem sagt ungir karlmenn, einangrun og geðheilsa og svona fara aðeins taka svona nokkur aðalatriði en það aðaláherslan er samt að kannski er á þessa einangrun og svo ætla ég að svona koma inn á ef að tími vinst til að koma inn á nokkra fleiri þætti. En þetta, Nanna talaði svolítið þetta með unga fólki, hún er búin að segja okkur að geðsjúkdómar eru sjúkdómar unga fólksins og þeir koma fram, þessir geðsjúkdómar á tímabili þar sem að mikið er að gerast hjá fólki, það sem mikið er að breytast. Það er mikilvægur tími, það er viðkvæmur tími, það er mikilvægur tími í þroskanum, bæði í þessum félagslega þroska, persónulega þroska, sjálfstæði okkar er að aukast og líka í þessum vitsmunalega þroska og akkurat á þessum tíma þá koma þessi vandamál fram og þetta er svolítið það sem Nanna minntist á líka, það er þessi mikla sjúkdómsbyrði. Það er lítil sjúkdómsbyrði hjá þessum aldursflokki yfirleitt en 50% af henni eru geðræn vandamál og geðsjúkdómar. Síðan eru sjálfsvíg gríðarlega algeng hjá þessum hópi og sérstaklega hjá ungum karlmönnum þar sem að á þessum aldri þarna, svona 18 til 30-35 ára, þá eru sjálfsvíg sumstaðar í fyrsta sæti. Í vestrænum löndum eru það oftast slys sem eru algengust en sjálfsvíg eru númer 2 því miður. En ég ætla að leggja aðaláhersluna á félagslega einangru ungumenni og það er þannig að samfélagið okkar það breytist mjög ört, tæknin er orðin þannig að þeir sem vilja til dæmis ekkert fara út af heimilum sínum, þeir þurfa þess ekki lengur. Þeir sem vilja ekki fara út þess að hitta fólk, þeir þurfa þess heldur ekki lengur. Það er komin vél sem við getum notað, sem getur gert þetta. Við getum átt samskipti við aðra í gegnum þessa vél, við getum pantað okkur mat og aðra nauðsynjar í gegnum þessa vél. Maður borgar reikningana sína í gegnum þessa vél, maður fær sína afþreyingu í gegnum þessa vél. Þannig er í rauninu orðið miklu auðveldara fyrir okkur og fyrir unga fólki okkar að draga sig út úr samfélaginu. Nú undanfarin ára þá hafa komið fram hugtök sem í félagslegu samhengi sem að skilgreina félagslega einangrun eða skerðingu á félagsfærni. Það var talað alveg fyrir 30 árum var talað eitthvað sem var kallað housebound syndrome og svo var farið að tala NEET og sérstaklega í Evrópu, það eru þá þeir sem eru ekki, not in education, not in employment og not in training, ekki í skóla, ekki í starfi og ekki neinni þjálfun. Og þetta var fyrst notað í Bretlandi ungmenni og svo hefur þetta hugtak síðustu árin verið svona að komast meira og meira í notkun annars staðar og í Evrópu og svo eru þau ungmenni sem gera allt þetta, þau eru ekki eða gera ekki þetta, þau eru ekki í skóla og ekki í vinnu og ekki neinni þjálfun og líka einangra sig heima. Það er eins konar undirhópur NEET eða alvarlegra stig. Það er þau ungmenn sem eru ótengdari. Og þessum hópi var fyrst lýst í Japan og japanska orðið hikikomori hefur verið notað þennan hóp og það eru þá ungmenni sem draga sig út úr félagslífi meira eða minna og halda sig alveg heima í að minnsta kosti 6 mánuði. Svona félagslega einangrun hjá ungu fólki er vissulega ekki bara skoðuð í félagslegu samhengi því alveg síðan á fyrstu dögum geðlæknisfræðinnar að þá hefur skerðing á félagsfærni verið skilgreind sem einkenni í mörgum geðsjúkdómum og það var talað einhvers konar átisma eða einhverfu til að skilgreina til dæmis félagslega einangrun hjá fólki með geðklofa. En það er kjarnaþáttur í þessu fyrirbæri, þessu hikikomori, það er að dragast tilbaka eða einangra sig og það líka er
einmitt einkenni margra alvarlega geðsjúkdóma. Þannig að það getur verið eins og ég segi geðklofi, það getur verið áfallastreituröskun, það getur verið alvarleg félagsfærni, alvarleg þunglyndi og ýmislegt annað líka, persónuleikaraskanir. Þannig að en ég ætla að tala svolítið þetta, ég ætla að eyða svolítið tíma í að tala hvað þetta er. Þannig að þetta fyrirbæri, sem sagt hikikomori eða félagsleg einangrun ungmenna hefur fengið töluverða athygli í Japan á síðustu árum og þetta hugtak var í rauninni svona fyrst farið að nota það í Japan fyrir meir en 30 árum síðan og það var þá, og þeir rauninni hafa lýst þessu alveg aftur til 1950 en á þeim árum var þetta hugtak kannski meira tengt við geðsjúkdóma og síðan hefur notkun hugtaksins breyst, þannig að núna það meira talið aukast sem sagt sérstaklega þessari félagslegu einangrun og það eins og ég segi, það þýðir bara þetta. Fólk dregur sig stundum nokkuð skyndilega og út úr félagslegri þáttöku og verða einangraðir. Þannig að sumir geta ennþá stunda einhverja félagslega virkni en eru að minnsta kosti ekki í nánum samskiptum við neinn fyrir utan fjölskylduna sína. Þetta frekar almennt hugtak í Japan og í rauninni hafa geðlæknar í Japan á síðustu árum farið að skipta þessu í 2 flokka, annars vegar svona frumgerða sem á ensku kalla primary, þar sem að þeir sem eru með hikikomori eða eru hikikomori eru ekki með neitt undirliggjandi geðsjúkdóm eða geðraskanir og sem sé þannig að það, og svo í rauninni sekundært þá eða svona, já, þá það í rauninni þegar þetta er með einhverjum undirliggjandi geðsjúkdómi. Þannig að og í svona leiðbeiningum og skilgreiningum í Japan þá kemur rauninni fram að hikikomori sé ekki ákveðin sjúkdómur. Þeir tala þetta stundum að mest sem tímabundi ástand sem eigi sér rætur í mjög mörgum þáttum og þannig að þeir eru svona farnir að útiloka þá sem eru með undirliggjandi geðsjúkdóma svolítið út úr þessu og líka þá sem eru með þroskaskerðingu. Það ákveðin svona almenn hugmynd hjá þeim hvað þetta en sem sagt það samt þegar maður að skoða þetta, það var svona svolítið munur á því hvað fellur undir þetta fyrirbæri en það svona almenna hugmyndin, þetta fólk, yfirleitt ungt fólk sem heldur sig alveg heima eða mestu leyti en svo hafa ýmsir rannsakendur svona eins og ég segi þegar kannski talað ákveðna undirflokka líka og mýkri eða harðari gerð og þeir harðari og þeir sem halda sig ekki kannski bara alveg heima heldur jafnvel alveg inn í herberginu sínu og hafi nánast engin samskipti við fólk og svo séu svona mýkri týpur þar sem að fólk fer kannski eitthvað meira út og meiri samskipti með fjölskylduna sína. Það hefur verið frekar erfitt í Japan að áætla fjölda þessara einstaklinga og samfélagið þar frekar einsleitt og rannsóknir sýna að svona fólk veigra sig við að leita aðstoðar og þá eru það aðstandendurnir líka. Þeir veigra sig við að fara með ungmennin sín og fá aðstoð og jafnvel reyna að breiða yfir þetta vandamál. Þannig að það svona virðist vera almenn hræðsla í Japan við fordóma og stigma. En það þrátt fyrir það að þá eru flest svona mesta farþeglegum gögnum þetta eru frá Japan og þeir áætla að þetta séu svona 1-2% af ungu fólki í Japan og þá eins og ég segir þeir útilokaðir sem eru með undirliggjandi geðsjúkdóma og karlmenn eru miklu meiri hluta og það talaði alveg upp undir 80% séu karlkyns. Þetta svolítið áhugavert að þetta hefur verið í fókus líka í samfélaginu í Japan og fjölmiðlar þar hafa tekið svona heilmikinn þátt í því að móta hugmyndir fólks þetta fyrirbæri og líka hefur það haft áhrif á það að kannski hugtaki hefur breyst svolítið og yfir hvað hugtaki nær. Þannig að þetta bara svona til að sjá sýningur að þetta hefur verið meira í umræðinu, þetta eru þessi 2 orð eða þessar 2 línur eru þá umfjöllun 2 stærstu fjölmiðla í Japan hikikomori á þessum árum og þá jókst umfjöllun gríðarlega svona kringum síðustu aldamót. Síðan dalaði áhuginn nokkuð aftur en á síðustu 5 árum þá hefur þetta verið að stíga aftur og áhuginn og umræðan þetta fyrirbæri í Japan og fræðimenn þar eru alveg sammála það að þetta fyrirbæri sé alls ekki að hverfa. Og rannsakendur í Japan tala það að tæplega 50% af hikikomori séu eins og ég segi primary, þetta sé ungt fólk sem einfaldlega hefur ekki áhuga að fara út, þeir sýna ekki einkenni klassískra geðsjúkdóma, þeir geta eins og að vera mjög einbeittir í sínu, þeir geta verið afslappaðir, þeir geta verið áhugasamir margt, þeir geta verið meðvitaðir og geta vel verið með á nótunum.
Og þessi hérna mynd, hún sýnir það að þessir einstaklingar eru ekkert endilega óvirkir, þeir gera margt. Þannig að dökka línan ungt fólk með hikikomori og svo hin línan þá bara ungt fólk sem ekki með þetta fyrirbæri eða flokkast ekki til hikikomori. Þannig að þeir gera ýmislegt sem inn á heimilunum sem ekkert svo ólíkt því sem aðrir önnur ungmenni gera. En þeir eru jafnvel ennþá uppteknar á áhugamálum sínum. Þeir nota tímann til að lesa bækur, þeir nota tímann til að vera á internetinu, þeir nota tímann til að vera í einhvers konar leikjum. Nú Japanir þeir eiga frekar erfitt með að finna skýringar á þessu fyrirbæri. Þetta kannski hópur sem hefur ákveðnar leiðir, aðra leiðir en aðrir til þess að takast á við umhverfi sitt, kannski hugsaður á annan hátt, eru á einhvern hátt viðkvæmari eða eru bara ósamála ríkjandi félagslegu kerfi. Þeir kannski spyrja sig oftar, af hverju allt eins og af hverju kerfið eins og af hverju þurfum við að vera hluti af þessu samfélagi hér. Þeir velta því líka fyrir sér í Japan hvort það sé auðveldar að vera öðruvísi í vestrænni samfélögum sem eru fjölbreyttari og einstaklingsmiðari heldur en Japan og sem sagt af því að þeir sem eru ekki svona mainstream í Japan annarkvort flytja í burtu eða gerist hikikomori. En þrátt fyrir að þessi fyrirbæri NEET og hikikomori hafi undanfarin ár fengið meiri athygli, þá eru áhrifavaldarnir eða áhættuþættirnir, ef við getum kallað það, og undirliggjandi svona sálfræðilegi þættir nokkuð sem lítið búið að kortleggja. Það hefur verið bent á ákveðna þætti, það hefur verið bent á að það að hafa svona ákveðin lífstíl sem svona, hvað það kalla frítir, að vera freelance worker eða óbundin að velja kannski að vinna ekki, að vinna lítið þrátt fyrir möguleikann á því. Það einn þáttur, það að skorta sjálfstraust, það að hafa óljósar svona hugmyndir lífið eða óljósan metnað í lífinu. Síðan talaðir töluvert strúktúrin í Japan að það sé mikill lagi bæði í skólunum, það eru mjög langir skóladagar þar. Ef að krakkar til dæmis veikjast eða eitthvað kemur fyrir þau dragast aftur úr, að þá geta þau orðið fórnarlömb eineltis, einangrunar, hafnað á jafningjum sínum. Fjölskyldumunstri mjög stíft, fjölskyldan mjög stíft fyrirbæri að það verði svona árekstrar í fjölskyldum, svona hefðbundina gamaldags fjölskyldugilda og svona nútímalegri viðhorfa, nútíminn svo mikið að breytast. Að þetta valdi erfiðleikum í samskiptum innan fjölskyldnana og bæði svona kannski leiði ungmenni þá út í að verða hikikomori og styrki þá í hlutverkinu. Og síðan eins og ég segi aftur þetta með samfélagslegu breytingarna því að þær gera það líka verkum að það kannski ekki lengur nóg að standa sig vel í skóla. Þegar ég var alls upp þá var bara, stóðst þið vel í skólanum, það eru allir vegir færir. Það ekki endilega þannig lengur, það ekki alltaf nóg. Samkeppnin er ennþá meiri, hlutirnir gera svo hratt að jafnvel þá krakkar ná að standa sig vel í skóla og fara svo í frekara nám og það samt ekki nóg. Það mikla vangaveltur þetta og síðan að ungmenni séu líka háð foreldrum sínum, fá ekki, það skortir sjálfstæði eða tækifæri til að uppgöta heiminn, eru ofvenduð og öðlast ekki svona eðlilegan félagsþroska. Það líka svona kerfi í Japan með elstu börn, synina sérstaklega, að það eru mikla kröfur til þeirra í Asíulöndum yfirleitt. Og ef þeir standi ekki undir kröfunum þá sé kannski hætta á þessu. En það sem áhugavert, þegar maður skoða þessar vísindagreinar til dæmis þetta eða umfjöllun frá Japan, það mjög lítið talað fíkniefnaneyslu, það lítið talað tölvufíkn og sem svona eitthvað sem meira upp á borðinu hjá okkur. Nú síðan hefur verið boðið upp á sértakaþjónustu, bæði í Japan og eins og öðrum Asíulöndum, fyrir félagslega einangrun ungmenni og líka í Frakklandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og víðar. En hins vegar áður en að það er hægt að veita þessum einangruðu ungmennum einhvers konar íhlutun, að þá þarf náttúrulega að finna þau og þá þarf að mótivera þau til þátttöku. Og félagslega einangrun í sjálfu sér er forðunahegðun og þess vegna eru þessi ungmenni mjög ólíkleg til þess að leita sér aðstoðar. Og Japanir hafa talað og bent á það að svona 2/3 af þessum einstaklingum sem engan áhuga á nokkurri aðstoð og kannski séu það aðeins þeir verst settu þar sem foreldrarnir grípa inn í líka. Nú heilbrigðisstarfsmenn í Japan, þeir líta á þetta sem heilbrigðisvandamál. Það þurfa að meðhöndla með íhlutun, viðtölum, stuðningi, jafnvel lyfjum, sérstaklega ef það einhver einkenni geðsjúkdóma. En síðan innan félagslega kerfisins þá eru aðrar stéttir eins og félagsráðgjafar og kennarar sem vilja nota aðra leiðir og sleppa því að sjúkdómsgera fyrirbæri hikikomori. Þannig að þeir hafa viljað í rauninni samþykkja kannski svolítið þennan fjölbreytileika ungs fólk, styrkja ungmennin í því að takast á við það hlutverk sem þau eru komin í, en jafnframt styrkja þau til samvinnu, til sjálfstæðis, styrkja sjálfstraustið. Og það hafa verið opnað miðstöðvar sem eru kallaðar Free Space
og þar einmitt svona áherslan svolítið eins og Nanna að tala að þetta mjög sveigjanlegt, þetta óformlegt, það engin pressa, en jafnframt starfsfólkið, það hringir mikið, það gefst ekki upp. Og svo ýmis önnur þjálfun í þessu líka. En ég ætla samt aðeins að hoppa yfir til Evrópu og því að það til rannsókn hérna sem birtist á þessu ári, við lítum okkur aðeins nær núna, sem birtir, þetta eru mjög áhugaverðar niðurstöður svona hreyfanlegt samfélagsgerðarteymi í Frakklandi, sem sérstaklega skoðaði unga fólkið og markmiðið var svona að skoða þennan félagslega einangraða hóp sem hafði komið í þetta teymi. Það voru, þegar þau fóru yfir þennan hópa, þá voru 75 á 3 árum sem var vísa vegna einangrunar og 66 voru með í þessari rannsókn sem var afturvirk, þannig að þá eru stundum svona að vantar gögn og vantaði svolítið af gögnum hjá þeim. En ég ætlaði bara rétt að fara yfir svona þessa faraldsfræðilegu þætti að þetta eru 80% karlmenn. Það mjög margir sem eiga stórar fjölskyldur, mikið af þeim býr með bara öðru foreldrinu sínu. Það eru tæplega 50% sem ekki í fyrirsögum geðræn vandamál og yfir 40% sem nota kannabisefni. Síðan það þannig að það af þessum hópi var meðaltími einangrunar 2,5 ár og svo fóru þeir aðeins yfir það hvernig einangrunni var. Þannig að það voru þarna 19% sem voru með engin tengsl við neitt, svo voru 60% sem höfðu bara tengsl við fjölskyldumeðlimi, einhverjir höfðu einhver smávægileg önnur tengsl. Síðan voru þættir eins og truflun á svefnmynstri, það var mjög mikið, einhver skortur á persónulegu hreinlæti líka, það var líka mikið, en það voru hins vegar engar upplýsingar hvað þeir voru að gera heima hjá sér, það vantaði svolítið og það erfitt að gera það í svona afturvirkri rannsókn eins og þessari. Það þarf að byrja á því þegar fólki kemur inn í rannsóknina að skoða, einhverja lista á svona hvað þeir að gera hverju sinni og hvernig gengur síðan. Þannig að þetta svona áhugavert, finnst mér að minnsta kosti, og svo útkoman, þá það þannig að þetta eru einstaklingar sem kom ekki sjálfviljugir í meðferð, það fyrst og næst foreldrarnir eða félagsráðgjafar í samfélaginu kring sem vísa þeim í þetta teymi og þar tæpur helmingur sem í rauninni ekkert verður úr. Það engin, þau draga beiðnin dregin tilbaka, þeir neita meðferð, en það eru samt búið að gera ákveðnar greiningar og kemur ljós að töluverður hluti með einhvers konar geðræn vandamál, en samt sem áður eru 13% af þeim þar sem eru engin sérstök geðræn vandamál í grunninn. Í þessu samhengi, segjum við að tala hérna, ungi karlmenn og geðheilsa, þá þarf ég að minnast aðeins á sjálfsvígin og ungir karlmenn, sérstaklega þeir sem ekki hafa náð að marka sér stefnu í samfélaginu eða þeir sem hafa orðið utanvelta, þeir eru í miklum áhættuhópi varðandi að svipta sig lífi og tíðni sjálfsvíga alls staðar hærri hjá karlmönnum. Það hefur valdið miklum áhyggjum hver sjálfsvígstíðni karla undir 25 ára hefur aukist undanfarna áratugi, ekki bara á Íslandi, heldur víðum heim. Og líklega eru margþættar ástæður fyrir þessu. Hjá okkur, þá sjáum við hérna að það jókst gríðarlega mikið sjálfsvígstíðni, þessar 2 efri línur eru karlar á aldrinum 15 til 24 ára og svo karlmenn á aldrinum 25 til 34 ára. Þannig að á síðari hluta síðustu aldar þá jukust gríðarlega sjálfsvíg meðal þessa hóps. Þannig að við höfum gríðarlega miklar áhyggjur af þessu og hérna sjáum við þetta árið 2014, þá sjáum við þetta skýrar hvað þessir á aldrinum 20 til 39 ára eru karlmenn, eru sjálfsvíg hjá þeim, allt og algeng. Já, og svo í lokin ætla ég að minnast aðeins á kannabis, vegna þess að það eitthvað sem þegar að vera að tala þetta, geðheilsu ungs fólks, geðheilsu ungra karlmanna, aukna örorku þeirra, að þá mjög gjarnan minnst á kannabis og kannabisnotkun meiri hjá ungum mönnum sem einangra sig en hjá öðrum, bæði hjá þeim ungum mönnum sem hafa geðsjúkdóm og hjá hinum sem hafa það ekki. Þannig að maður verður aðeins að nefna þetta. Kannabis sem búið að mikið umræðinu síðustu ár, þau eru mest notuðu ólöglegu fíkniefnin í Evrópu og Bandaríkjunum. Það mikilvægt að við séum öll meðvituð skaðsemi kannabisefna, hvernig sem framhaldi verður með lögleiðingu eða afglæpavæðingu.
og við verðum að fá leyfi til þess líka, við verðum að fá leyfi til þess að ræða að þetta eru skaðleg efni. Því að það regluleg notkun ungs fólks sem að veldur okkur mestum áhyggjum. Þessi hópur í mestri hættu á að verða fyrir skaða vegna neyslunar. Hlutfall neytendana hæst á aldrinum 15 til 24 ára og í Evrópu þá eru svona 30% af fólki á þessum aldri sem hefur prófað kannabisefni. Og fleiri rannsóknir á síðustu árum hafa sýnt fram á það að sem sagt, hver áhrifin eru. Við höfum faraldsfræðileg gögn sem sýna okkur þetta, en við höfum líka fengið núna á síðustu árum svokölluð tilraunagögn sem sýna okkur það kannski svona meira svart á hvítu með myndgreiningum að það verða breytingar á mikilvægum svæðum í heilanum hjá notendunum. Það hafið yfir allan vafa að það hætta á ávanabindingu hjá þeim sem reykja kannabis og mest hjá þeim sem eru ungir. Unglingar sem prófa efni, það eru 17% af þeim sem þróa með sér ávana í efni. Síðan þegar fólk hættir að nota efni þá fær það fráhvarfseinkenni. Það misskilningur að fólk fái ekki fráhvarfseinkenni. Það eru svefntruflanir, depurð, kvíði, pirringur og mikil fíkn í efni, þannig að það erfitt að hætta. Síðan það boðefni sem kallast dópamín sem allt úr lagi farið og fólk upplifir kvíða og þunglindi oft mánuðum saman eftir að það hættir neyslunni. Taugakerfi ungs fólks barna að þroskast til 21 árs aldur og á þessum tíma heilinn okkar viðkvæmari fyrir efnum eins og kannabis og hann í eðli sínu viðkvæmari heldur en fullþroska heili, þannig að það í rauninni það sem við höfum, þess vegna höfum við svo miklar áhyggjur á unga fólkinu og kannabisneyslunni. Kannabis hefur bráð áhrif á okkur, bráð áhrif á viðkvæma á vitræna getu, á minnið okkar, á athygli og þannig hefur það, þegar fólk í neyslu, bein áhrif á frammistöðu, í til dæmis vinnu og námi og bara því sem þú þarft á að halda til þess að komast í gegnum daglegt líf. Síðan hefur það lengri áhrif líka, áhrifin vara lengur en þessi bráðu áhrif vímunar og það fer nákvæmlega eftir því hvað við nota mikið og hversu lengi og hversu gamalt fólk þegar byrjar. Það skiptir líka mjög miklu máli. Því yngri sem unga fólki okkar þegar byrjar ekki að kannabis, því meiri líkur á því að það verði fyrir skaða af neyslunni. Þannig að, ég ætla nú bara að hoppa svona yfir þetta, en það þannig að kannabis hefur áhrif á taugafrumurnar okkar, áhrif á minni, lærdóm, skerpu, stýrifærni og getur með tímanum, eða ef fólk byrjar mjög ungt, þá hafa rannsóknir sýnt fram á það að greindarvísitala lækkar hjá ungu fólki sem þýðir þá verri námsárangur, fólk hættir í skóla. Já, þannig ég ætla bara svona að hoppa aðeins yfir þetta. Það aðeins óljósara með tengslu þunglind og kvíða, en það alveg ljóst að kannabis sem slíkt sjálfstæður áþáttur fyrir geðrofi og þróun geðklofa. Og það margar, það fjöldin af rannsóknum sem sýna fram á þetta og þetta líka skammtaháð. Þannig að það aukin hætti á þeim sem byrja fyrr og aukin hætti á þeim sem nota meira. Aðeins að lokum ætla ég bara að tala svolítið stöðuna hjá okkur. Ég búin að tala svolítið Japan, kannski mest, og pínlítið Evrópu. En við vitum að ungu fólki á Íslandi sem fær örorku hefur fjölgað og það gildir ekki síst unga karlmenn. Og ég veit að Linda bara ætlar að tala aðeins meira þetta eftir. Það búið minnast aðeins á brottfall úr framhaldsskóla, en það sem maður hefur auðvitað áhyggjur af það að unga fólki okkar, það leitar ekki hjálpar. Við þurfum að fara til þeirra. Við þurfum að fara í sameiginlegt átak til að ná til unga fólksins sem líður illa, unga fólksins sem einangra sig, sem heima og vill ekki þiggja aðstoð. Og þetta þarf að gerast á heildrænan hátt. Það ekki nóg að við gerum eitthvað á geðdeildinni. Við þurfum að gera þetta í samfélaginu öllu, í skólanum, í félagsþjónustunni, heilbrigðiskerfinu. Við þurfum að vinna saman og koma upp geðheilbrigðisteymum sem að sinna ungu fólki eða bjóða þeim þjónustu sérstaklega og sem eru hreyfanleg. Þau þurfa að fara til fólks. Ef unga fólki kemur ekki til okkar, þá verðum við að fara til þeirra. Verðum að vera hreyfanleg. Við erum þegar að sinna ungu fólki sem fær geðrof alveg ágætlega eins og Nanna sýnt okkur, en það eru margir að glíma við ýmislegt annað. Ýmsa aðra andlega vanlíðan, annars konar geðraskanir. Núna þetta þannig að aðstandendum til dæmis sem unga fólki vill ekki koma og leita sér aðstofur, benda og leita til heimilislækna, en þeir geta voða lítið gert. Þeir koma kannski inn á heimili, hitt einhvern ungan mann sem kemur ágætlega fyrir, kemur vel fyrir þessu orði, segist hafa engan áhuga á að leita sér neinnar aðstofar og það ekki hægt að neyða þetta unga fólk til þess að gera það. En við verðum líka að horfa til þess að samfélagið okkar að breytast
Og ef það hentar einhverjum að vera einn með sjálfum sér og lifa á einhvern nátt svona jaðri samfélagsins eða í annars konar samfélagi, að þá verðum við líka að vera opin fyrir því. Við getum ekki dreigða alla út og við getum ekki heldur sjúkdómsgert alla sem velja það að einangra sig eða lifa mest einir. Það er samt mikilvægt og mjög mikilvægt að við finnum þá sem eru með einhvers konar undirliggjandi geðraskanir og líka að hinnir getur sótt sér stuðning og sérstaklega þá þann stuðning sem þeir þurfa svona til að lifa mannsæmandi lífi. En við þurfum líka að vera opin fyrir því sem brennur á þessum hópi. Það er ekkert víst að það sé það sem við höldum að sé. Samfélagið er í svo hraðri þróun og mótun að maður getur ekki fylgst með og við fagfólkið, við erum fljóta eldast og verða gamaldags. Og þannig hlýtur líka að vera mikilvægt að fá unga fólki með í að þróa hvernig úrræðin eiga að vera og hvernig stuðningurinn á að vera. Og þau segja okkur hvernig samfélagið á að vera. Er það ekki?